Sálumessa kaþólskum sið var sungin yfir Halldóri Kiljan Laxness í Kristkirkju í Reykjavík í dag. Litríkar persónur verka hans lifa áfram í íslensku þjóðlífi þótt þjóðskáldið hafi kvatt. Vala Flosadóttir setti í dag nýtt heimsmet í stangarstökki innanhús á sænska meistaramótinu í frjálsum íþróttum. Hátt í 40 manns lentu í hrakningum á Öxnadalsheiði í nótt í fárviðri sem gerði víðar usla. 11 bílar lentu í árekstri á Akureyri á stuttum tíma. Samfylkingaviðræður á vinstri væng stjórnmálana eru vandaminni þegar að ramminn í auðlindagjaldsmálum liggur fyrir, segir talsmaður jafnaðarmanna. Til átaka kom í miðborg Lundúna í dag milli lögreglu og andstæðinga loftárása á Írak. Og báðir bikarmeistaratitlarnir í körfuknattleik fóru til Suðurnesja í dag. Gott kvöld, útför Halldórs Kiljans Laxness fór fram frá Kristkirkju í Reykjavík í dag. Halldór var skáld samúðarinnar, fegurðarinnar og hinna heilögu návistar, sagði séra Gunnar Kristjánsson meðal annars í minningarorðum. Bálför Halldórs fer fram frá Fossvogskirkju eftir helgi en aska skáldsins verður lögð í jörð í Kyrþey að Mosfelli í Mosfellsdal. Athöfnin fór fram að kaþólskum sið en Halldór tók kaþólska trú þegar hann var ungur maður. Auk fjölskyldu Halldórs voru viðstödd athöfnina forsetahjónin, fyrrverandi forseti auk annara opinbera gesta. Íslensk tónlist var flutt við athöfnina meðal annars lög við kvæði eftir Halldór. Séra Gunnar Kristjánsson, prófastur, flutti minningarorð við athöfnina en það var séra Jakob Rolland, einn presta kaþólska safnaðarins hér á landi sem jarðsöng. Ég veit að sumir munu undrast það að ég skuli tala trú Halldórs Laxness. Og sumir ef til vill munu jafnvel hneykslast á því að hann sé jarðsunginn frá kaþólskri kirkju. Var hann trúaður? Á hann í raun og veru samleið með Jesú Kristi? Eða hafði hann ekki fyrir löngu varpað af sér og kristindómsins? Ég veit að maður getur lesið ýmislegt í ritum hans sem kemur ekki heim og saman við boðskap kirkjunnar. Efasemdir í trúmálum voru honum yfirsterkari tíma. Halldór setti svip á íslenska þjóðmálaumræðu langt fram eftir þessari öld. Hann var upp á sitt besta á þeim tímum þegar rithöfundar fengust við meira en að skrifa bækur. Hann var þjóðfélagslegur umbótamaður á breytingatímum í íslensku samfélagi og einatt í eldlínu hinnar pólitísku baráttu. Hann var því löngum umdeildur í íslensku þjóðlífi. En það hlutskipti lét hann ekki á sig fá. Hann var fyrir árásum en hann gat einnig reitt til höggs. Gunnar gerði einnig að umræðefni afstöðu Halldórs til trúarinnar og kirkjunar. Hann hefði í raun aldrei afneitað grundvallar hugmynd kirkjunar og á efri árum hefði hann nálgast kaþólska trú á ný. Vér kveðjum Halldór Laxness, hið skapandi og gefandi skáld sem náði ævintýralegu sambandi við þjóð sína og við getum spurt hversu óendanlega fátækari þjóðin væri hefði hún ekki eignast verk hans. En þjóðskáldið Halldór Laxness kveðjum vér aldrei í eiginlegri merkingu þess orðs. Ungir sem aldnir njóta verka hans ókomna tíma, ljóð hans verða sungin og leikrit hans flutt. Hina sterku persónur skáldsagnarinnar verða á meðal vor, Salka Valka, Ólafur Kárason, Bjartur í sumarhúsum, Ásta Sóllilja. Hina litríku persónur eru aldrei langt undan. Til þeirra vitnað í daglegu tali, á hátíðastundum við dagleg störf til sjávar og sveita. Það eru lifandi í íslensku þjóðlífi. Þeir sem báru kistu Halldórs Kiljans Laxness í dag
voru Hjálmar H. Ragnarsson, forseti bandalags íslenskra listamanna, Ólafur Ragnarsson, útgefandi skáldsins, Jón M. Guðmundsson, fyrrverandi oddviti og bóndi á Reykjum í Mosfellssveit, Thor Vilhjálmsson, rithöfundur, Auður Jónsdóttir, dótturdóttir skáldsins, Halldór Þorgeirsson, tengdasonur hans, Þór Kolbeinsson, dóttursonur Halldórs og Halldór E. Laxness, sonarsonur hans. Og fólk kom víða saman og fylgdist með beinni útsendingu sjónvarpsins frá útför þjóðskáldsins. Ríkisstjórnin bauð til erfidrykkju að útför lokinni. Halldór Kiljan Laxness var heiðursborgari í Mosfellsbæ og bæjaryfirvöld í bænum ákváðu í samráði við fjölskyldu Nóbelsskáldsins að gefa bæjarbúum kost á að fylgjast með útförinni héðan úr Hlégarði. Í Hlégarði var útsendingu sjónvarpsins varpað á sýningartjald á sviðinum en sjónvarpsskjám var einnig komið fyrir húsið. Séra Jón Þorsteinsson sóknarprestur fór með bæn og ávarpaði samkomuna. Sérstök gestabók lá frammi þar sem Mosfellingum gafst kostur á að votta hinum látna virðingu sína. Þá kom fólk saman í safnaðarheimili kaþólska safnaðarins við Hávallagötu í Reykjavík og fylgdist með útförinni af sjónvarpsskjám. Að útför Halldórs Kiljans Laxness lokinni bauð ríkisstjórn Íslands til erfidrykkju í Súlnasal Hótel Sögu. Þar voru meðal annarra fjölskylda skáldsins, ríkisstjórn Íslands ásamt mökum, forseti Íslands herra Ólafur Ragnar Grímsson og frú Guðrún Katrín Þorbergsdóttir, frú Vigdís Finnbogadóttir fyrrverandi forseti Íslands og vinir og vandamenn Nóbelsskáldsins. Vala Flósadóttir setti heimsmet í stangarstokki á sænska meistaramótinu í frjálsum íþróttum í Eskilstúna í dag. Heimsmetið var tvíbætt í dag og Vala bæði misti met og endurheimti. Vala Flósadóttir hafði tryggt sér sigur á sænska meistaramótinu í dag þegar tilkynnt var í hátalarakerfi íþróttahallarinnar í Eskilstúna að Daniela Bartova hefði bætt heimsmet Völu í stangarstökki á tékkneska meistaramótinu í Prag, stokki 4,43 metra. Að sögn sjónarvotta stóð Vala þá upp og klappaði vel fyrir Bartovu en lét svo setja rána í 4,44 metra. Þær Vala og Bartova sáust síðast í Erfurt í Þýskalandi þegar báðar settu Evrópumet 4,35 og Bartova setti svo heimsmet 4,41 metra. En svo heyrði ég í miðju mótinu þá tilkynnti það í hátalunum að Bartova hefði stökkið 4,43 og það var að fyrsta sem ég hugsaði, núna verði ég að stökka 4,44. Og gerðir það bara strax? Ég tók nú ekki fyrir í annað tilraun. En nú ertu að ljúka heilmikilli keppnislotu og ert svona að byrja að undirbúa Evrópumeistaramótið. Ætlar nokkuð að keppa þangað til? Nei, ég undirbýð mig bara núna og slípa tæknina fyrir mótið. Það er nú ekki eins og að þurfi mikið að slípa þegar sett er heimsmet í hverju móti? Jú, ég ættir að bæta mikið í tækni og það er að vera sterkari og hraðari líka. Ertu nokkuð spennt fyrir það mót? Svona mátulega. Það verður alveg rosalega spennandi keppni held ég. Nýtt heimsmet 4,44 metrar dugði Völu að vonum til sigurs á sænska meistaramótinu en Þórey Edda Elísdóttir var þriðja, stökk 3,88 metra. Vala Flósadóttir keppir næst á Evrópumeistaramótinu innanhúss í Valencia á Spáni mánaðamótin febrúar-mars. Sjónvarpið hefur tryggt sér sýningarrétt að mótinu. Vala biður að heilsa öllum heima á Íslandi þangað til, sérstaklega heima á Bíldudal. Og hingað heim hátt í 40 manns lentu í rakningum í fárviðri á Öxnadalsheiði í nótt. Veðrið gerði víða usla, til dæmis á Akureyri og lögreglan þar þakkar það félögum í hjálparsveit skáta og flugbjörgunarsveitinni að ekki skapaðist neyðarástand á meðan veðurhamurinn var sem mestur. Já, það búið að vera snældu vittlegt veður hér fyrir norðan í nótt og í morgun og stendur raunar enn eins og þið sjáið. Hér fyrir aftan mér eru til dæmis margir bílar fastir í skafli og sumir þeirra hafa lent saman, þannig að hér hefur orðið verulegt eignatjón en sem betur fer engin slys á mönnum. En lögreglan hefur átt annríkt. Já, það er óhætt að segja það. Það hefur verið mjög mikið að gera hjá okkur, ýmis verkefni. Og það var nú fyrst að fólk lenti í hrakningum á Öxnadalsheiði. Þar voru nokkrir bílar sem að festust og fólk var þarna fast og komst hvorki löndin strönd. Nú í morgun þá fóru hjálparsveitar menn bæði frá flugbjörgunarsveit og hjálparsveit skáta þessu fólki til aðstoðar
og eftir mikinn þæfing þá komust þeir til byggða aftur með hluta af þessu fólki. En hinn hlutin situr eftir fastur og enn. Alls voru það hátt í 30 manns sem félagar í jeppaklúbnum 4x4 ásamt björgunarsveitarmönnum frá Akureyri björguðu af heiðinni í nótt. Leiðangurinn kom til Akureyrar í morgunsárið. Eftir hádegið lagði síðan annar leiðangur í hann til þess að ná í 10 manns sem setið hafa fastir í bílum sínum á heiðinni frá því í nótt. Og hugsanlega geta verið þar fleiri sem ekki hafa geta komið boðum frá sér. En það var enn aftakaveður á heiðinni síðdegis í dag. Já, það má sjálfsagt segja það að það hafi verið mannskaðaveður því að eins og við sjáum hér á mælitæki sem við höfum sem að sýnir vindstyrk. Þá hefur vindhraðinn hér niður í bæ farið yfir 12 vindstig og slegið upp í 75 hnúta. Þetta veður hefur gengið yfir Norðurland og Vestfirði og allir fjallvegir í þessum landslutum því ófærir. Ekki þó vitað til þess að fólk hafi lent í hrakningum víðar en á Öxlandaseiði. Það er ljóst að þar lögðu margir í ferð án fyrirhyggju, illa búnir þrátt fyrir óveðursspá og síendurteknar tilkynningar í útvarpi frá lögreglu að mannskaðaveður væri á heiðinni. En skjótt skipast veður í lofti, upp úr hádeginu gekk veðrið niður og þá brast meira sig á með sólskíni tíma. Og þá fóru bæjarbúar að huga að eignum sínum og kanna skemmdir sem Kári hefur valdið. Hann feikti til dæmis efsta hlutanum af þessu gamla og virðulega lerkitré. Hann braut rúður og í einu tilfellinu kom járnplata inn rúðu á Svefnherbergi og þar var mildi að ekki fór verð. En núna skömmu fyrir fréttalestur komu flugbjörgunarsveitarmenn með síðustu útilegumennina af Öxlandaseiði. Það voru félagar úr hljómsveitinni Reggi og Næs. Hluti af hljómsveitinni var sóttur í nótt þannig að við byggumst náttúrulega við að vera sóttir líka. Þannig að við vorum bara hérna í kátustu og náðum í gítarinn og vorum að syngja og höfðum mjög gaman. Sömdu nokkuð lög? Já, það er til og síðan fór þetta nokkað að róast bara. Við sáum fram að við erum örugglega ekkert sóttir og endaðum bara í koju sko. Við fengum ágætis fréttir af færð og veðri. Það væri svolítið blint reyndar en ágætis færð. En svo þegar við komum þarna upp þá er bara kolvitlaust veður og hávaðarok og allt á kafi sko. En hvernig var mórallinn? Urðu þeir hræddir? Nei, það var nú partur af hljómsveitinni sem komst til Akureyrar nú í nótt en við vorum í góðu yfirlæti hérna áfram. Og meira tengt veðrinu því margir Ísfirðingar snéru á það og tryggðu sér far í gær til Reykjavíkur til að fylgjast með KFÍ sem lék til úrslita við Grindavík í bikarkeppni körfuknattleikssambands Íslands í karlaflokki. Í kvennaflokki léku hins vegar IS og Keflavík sem vann sigur í bikarkeppninni í 9. sinn. Fyrirfram var búist við öruggum sigri Keflvíkinga enda má segja að liðið hafi nánast haft áskrift á úrslitaleikjunum undanfarin ár. Það tók Keflavíkur liðið þó nokkrar mínútur að hrista af sér slenið og með Jenny Boucek í broti fylkingar sem skoraði 23 stig í fyrri hálfleik tókst þeim að ná forystunni og Keflavík var yfir í leikli 39-22. Í seinni hálfleik náðu Keflvíkingar mestu 23 stiga forskoti 70-47 en Stúltínu sem oft hafa leikið betur í vetur náðu að minnka munin niður í 16 stig fyrir loka flautið en úrslitin urðu 70-54 fyrir Keflavík. Jenny Boucek var stigahæst Keflvíkinga með 27 stig en Signý Hermannsdóttir skoraði 15 fyrir IS. Til hamingju! Takk að kærlega! Þetta var svona pínlítið ströggl fyrstu mínúturnar en svo kom það og þetta virtist vera öruggt eftir það. Já, fyrstu mínúturnar voru eitthvað stress í gangi, bara eins og venjulega í bikarúrslitaleik. En svo þegar við komumst á sporið þá var þetta ekki spurning, þetta var eiginlega búið í hálfleik myndi ég segja. Þið voru með sterka pressuvörn oft á tíðum og þær komist ekkert áleiðis. Þær vissu ekkert hvað voru að gera í sókninni. Og hér er það fyrirliðin Erla Reynisdóttir sem lyftir bikarnum á loft fyrir Keflvíkinga sem eru bikarmeistarar kvenna í körfuknattleik 1998. Það var hreint út sagt stórkostleg stemning á pöllunum fyrir leik Grindavíkur og KFÍ. Vestvist Ísfólk og Grindjónar á Suðurnesjum sáum að halda upp í fjörinu allan leiktíman. Leikurinn var hraður og skemmtilegur strax frá fyrstu mínútu. Hér skoraði David Bivis fyrir KFÍ. Hann skoraði 17 stig í fyrri hálfleik. Og leikurinn var í járnum lengst af fyrri hálfleiks en þegar 7 mínútur voru eftir á hálfleiknum og staðan jöfn 30-30 tóku Grindvíkingar við sér. Áttu góðan leikkafla sáum Berg Hinriksson skora 33-30 og svo Darrell Wilson 36-30. Og þeir náðu að halda þessari fórystu næstu mínútur. Grindvíkingar og bæta svo við undir restina en er það Wilson sem er að skora. Staðan orðin 46-37 og á síðustu sekúndunni skoraði Wilson svo enn og aftur 49-37, 12 stiga fórysta fyrir Grindvíkinga í leikhléi.
Og Darrell Wilson gaf svo tónin fyrir það sem koma skildi, skoraði 3 stiga körfu strax í upphafi síðari hálfleiks og staðan 53-37. Wilson var hreint stórkostlegur í leiknum og skoraði 37 stig þar af 23 í síðari hálfleik. Bevis minnkar munin fyrir Ísfirðinga. Bevis átti frábæran leik, skoraði 32 stig, en Grindvíkingar juku munin eftir því sem á leikinn leið. Helgi Jónas skorar hér 3-19 stiga sinna í leiknum og síðustu mínúturnar voru Grindvíkingar alls ráðandi á vellinum og tryggðu sér öruggan sigur með 95 stigum gegn 71. Og Benedikt Guðmundsson þjálfari Grindavíkur var að vonum ánægður með leik sinna manna. Já, ég átti nú ekki von að ná mikilli forystu fyrst. Við tjekkuðum aðeins að pressa og það gekk ekki eftir. Við vorum ekki eins stressaðir við héldum. Þannig að þá fórum við bara í okkar vörn sem við verðum að spila í vetur. Gáum Frikko og Bevis allan frið sem við þurftum undir. Ákveðum að stoppa bara bakverðina. Þannig að ef við myndum tapa verið 2 mönnum. Við tókum bara bakverðina alveg á leiknum og það gekk eftir. 71 stig, gerist allan betri byggarleik. Og þá til útlanda. Yfirmaður í bandaríska flughernum kominn til Kúveit til að skipuleggja hugsanlega loftárásir á Írak. Á fundi utanríkisráðherra Kína og sendiherra Bandaríkjanna hjá Sameinuðu þjóðunum í dag ítrekkuðu Kínverjar andstöðu sína við loftárásir. Bill Richardson sendiherra í Peking og átti þar klukkustundalangan fund með Chen Chi-chen, utanríkisráðherra Kína. Sendiherran afhenti utanríkisráðherranu bréf frá Bandaríkjaforseta þar sem kemur fram að Bandaríkin áskilji sér fullan rétt á því að gera loftárásir á Írak, fari þeir ekki að samþykktum Sameinuðu þjóðanna og leyfi vopnaeftirlitsmönnum að starfa óhindrað í landinu. Kínverjar ítrekuðu andstöðu sína við loftárásir en Chen Chi-chen sagði að Saddam Hussein yrði að standa við þann vopnahlésáttmála sem gerður var í lok Persaflóastríðsins árið 1991. Í honum segir að Írakar megi ekki eiga kjarnavopn, efna- og sýklavopn né langdrægar flaugar. Þegar búið sé að ganga og skugga að Írakar virði vopnahlésamkomulagið verði hægt að aflétta viðskiptabanninu. Vopnaeftirlitsmenn hafa ekki getað staðfest þetta því Írakar hafa hindrað þá í starfi. Kofi Annan, framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, hefur haft afskipt af deilunni og hefur rætt við alla fastafulltrúa í öryggisráðinu. Í því sitja fulltrúar Breta og Bandaríkjanna en einnig Frakkar, Rússar og Kínverjar sem á móti því að loftárásir verði gerðar. I also informed the permanent representatives of my decision to send a technical team to Baghdad this weekend to work with Iraq to map the presidential sites urgently. I expect them to conclude this task within 3 to 4 days. And finally, the participants in the meeting expressed full confidence in ONSCOM and its work, which is continuing elsewhere in Iraq and must continue unimpeded. Tugir manna komu saman fyrir framan varnarmálaráðuneytið í Lundúnum í dag og mótmæltu því að vopnavaldi verði beitt gegn Írökum. Þá var því einnig mótmælt að Bretar hafa undanfarin ár selt Írökum efni í sýklavopn, síðast árið 1994. Til átaka kom fyrir utan varnarmálaráðuneytið og lögreglan varnaði því að fólk kæmist inn í Dáningsstrætið að bústað forsætisráðherrans. 7 manns voru handteknir. Íbúar Álftaneshrepps, Borgarhrepps, Borgarbyggðar og Þverárhlíðarhrepps kjósa í dag það hvort þeir vilja sameinast í eitt stórt sveitarfélag. Kjörsókn hefur verið dræm nema í Þverárhlíðarhreppi en á kjörskrá eru tæplega 1700 manns. Kjörstaðir opnuð á hádegi nema í Borgarnesi. Hér hófst kjörfundur klukkan 10 í morgun. Kjörstaðir loka allir klukkan 10 í kvöld eftir tæpa 2 klukkutíma. Reiknar með að fyrstu tölur verði klárar nálægt miðnætti. Síðastliðið vor leitaði bæjarstjórn Borgarbyggðar til hreppanna í Mýrarsýslu og bauð fulltrúum þeirra til viðræðna sameiningu. Vel var í það tekið nema af hreppsnefnd Hvítársíðurhrepps sem hafði hugsað sér til hreyfings í átt að hreppum Borgarfjarðar. En hvernig líst íbúum Borgarbyggðar á hugsanlega stækkun sveitarfélagsins? Mér líst bara vel á þetta. Ég held að þetta sé besta mála, sameina þessi sveitarfélag. Nú hefur Borgarnes og Borgarbyggð öllu heldur verið dálítið reyfð. Verður þetta stórt sveitafélag með sameiningu? Já, þetta verður nokkuð stórt sveitafélag. Ég veit nú ekki hvað verður stórt. Það verður ekki 2600 eitthvað svoleiðis. Ég held það. Þið ekkert ósátt við það að fá bændur og sveitafólkið inn í pólitíkina hér í vor?
Nei, ég held að það sé bara hið besta mál. Við erum samlega á svo mörgum sviðum að það er bara mjög gott. Í Lyngbrekku eru 2 kjördeildir, annars vegar fyrir Hraunhrepp sem er einn hreppa Borgarbyggðar og hins vegar fyrir íbúa Álftaneshrepps. Skólamálin voru þeim ofarlega í huga. Mér finnst fyrst og fremst vera félagsmálin og skólamálin hérna á þessu svæði. Mér finnst að við hérna til dæmis í Álftaneshreppi þyrftum að vera öruggar okkar hag í sambandi við skólamálin. Og við sækjum alla þjónustu í Borgarnes og ég sé ekki til fyrirstöðu að sameinast og ég held að þetta verður bara sterkara á eftir. Í skoðanakönnun sem gerð var meðal íbúa hreppana í haust kom í ljós að meiri hluti íbúa hér í Borgarhreppi var á móti sameiningu. Formaður sameininganefndar segir því ljóst að hér gætu orðið spennandi úrslit að ræða. Ég held að þetta verði tvísýnt en menn eru búin að fá miklar upplýsingar og ég held að það sé mikið gagn í því hvað sem það verður samþykkt núna eða ekki en ég vona að þetta verður nú samþykkt í þessari umferð. Það þarf meiri hluta í öllum hreppum til þess að sameining teljist samþykkt. Ef einn hreppur fellir hefur þegar verið ákveðið að greitt verið afturatkvæði í hinum eftir 2 vikur. Auðlindagjald verður eitt aðalmálið í næstu alþingiskosningum. Tillaga Alþýðubandalagsins í þeim efnum gengur í átt til Alþýðuflokks og er því mjög mikilvægt innlegg í viðræður stjórnarandstöðu flokkana. Þetta er mat Ágústs Einarssonar þingmanns jafnaðarmanna. Þó nokkur munur sé á tillögum Alþýðuflokks og Alþýðubandalags segir hann ramman kominn. Nú liggi beinast við fyrir stjórnarandstöðuflokkana að fylla út í þennan ramma og það eigi ekki að vera mikið vandaverk að samræma sjónarmið. Þessi tillaga Alþýðubandalagsins gengur í áttina til okkar þegar hún er að vísu mjög varfærin og ýmsir fyrirvarar en hins vegar er þarna kveðið á með gjaldtöku af auðlindum og að dreifa arðinum réttlátlega til fólksins. Þetta er sama og segir í okkar veiðileyfagjaldstillu þannig að þetta verður mjög mikilvægt innlegg inn í það viðræður sem eru núna milli Alþýðuflokks, Alþýðubandalags og Kvennalista. Ágúst segir að pólitísk skil í málinu séu nú skarpari en áður. Hann hafnar því að breið pólitísk samstaða hafi myndast sem einangri jafnaðarmenn í auðlindagjaldsmálum. Þvert á móti, auðveldi þetta allar sameiningar viðræður á vinstrivæng stjórnmálanna. Við stefnum að sameiginlegu framboði á landsvísu til alþingiskosninga. Þetta hjálpar til. Það er alveg ljóst að auðlindagjaldtaka og auðlindanýting verður eitt aðalmálið í næstu kosningum og hérna er komin svona útlínur að góðum samkomulagsfletu og við munum vinda okkur í það stjórnarandstöðuflokkarnir að útfæra það nánar. Eru Alþýðuflokksmenn, jafnaðarmenn, eru þeir tilbúnir til þess að milda orðalag í sínum tillögum, þá meni bæði veiðileyfagjalds og auðlindagjalds tillögum almennt til þess að koma til móts við Alþýðubandalag? Við verðum eiginlega að líta á það þannig að þarna er lagt inn í þessar umræður, alveg eins og okkar tillögur koma inn í þessar viðræður. Við sjáum hins vegar að stjórnarliðið vill helst af öllu loka þetta inn í einhverju endalausu nefndarstarfi. Það er það sem við munum aldrei fallast á, en mér sýnist á öllu að þarna sé komin viðræðu grundvöldu milli þessara 3 flokka. Ekki getur orðið af utandagskrárumræðu málefni Franklins Steiners á Alþingi á mánudag því þá fer fram umræða innheimtumál ríkisins á skattskuldum og sektum í svokölluðu þ-máli. Mál Steiners verður rætt á Alþingi á þriðjudag en jafnaðarmenn vilja að ráðherrar utanríkis og dómsmála svarið því afdráttarlaust hvort þeir hafi gefið þinginu rangar eða villandi upplýsingar í sambandi við samskipti fíkniefnadeildar lögreglunnar og Franklins Steiners. Þá vilja jafnaðarmenn fá upplýsingar meinta aðild ráðherrana að reynslulausn Steiners. Gríðarleg reiði ríkir í Indónesíu vegna verðhækkana á síðustu vikum. Æstur múgur lætur reiðina bitna á kínverskum verslunareigendum í fjölmörgum borgum og bæjum. 3 létust í uppþotunum. Verðgildi gjaldmiðils Indónesíu hefur rýrnað svo mjög að undanförnu að sumar neysluvörur hafa hækkað í verðum 400%. Margir kenna kínverskum verslunareigendum það hvernig komið er. Þó aðeins 4% landsmanna í Indónesíu séu Kínverjar eru í þeim hópi margir vellauðugir kaupmenn og því eru þeir auðvelt skotmark þegar harðnar á dalnum. Síðustu 2 dagana hafa verslanir Kínverja víða í Indónesíu verið lagðar í rúst og eldar að þeim bornir. Vörur úr hillum verslana var fleygt út á götur og þar hurfu þær eins og dögg fyrir sólu. Lögregla hélt að sér höndum. Stjórnarformaður heilsugæslustöðvar Eskifjarðar og Reyðarfjarðar gagnrýnir kjaranefnd harðlega fyrir seinagang. Hann segir nefndina bera ábyrgð á því að heilbrigðisþjónustan á landsbyggðinni sé í rúst.
Það var í kjölfar harðvítugrar deilu ríkisins og heilsugæslulækna haustið 1966 sem kjaranefnd var falið að úrskurða kjör heilsugæslulækna. Enn ekki kominn úrskurður og einn þeirra sem hefur mist þolinmæðina og trúna á kjararáð formaður heilsugæslustöðvarinnar á Eskifirði og Reyðarfirði. Ég myndi ekki telja það réttan vettvang til að kveða á úrskurð launamálalækna. Nefnd sem að fjallar þetta sem búin að vera núna í 14 mánuði að velta þessu undan sér. Það má segja að hún sé búin að leggja heilbrigðiskerfi út á landi í rúst. Og Stefán krefst tafarlaus úrskurðar laun heilsugæslulækna og segir að þau verða að tryggja búsetu lækna á landsbyggðinni. Núverandi ástand sé óþolandi. Í 1700 manna læknishéraði eins og á Eskifirði og Reyðarfirði sé oft aðeins einn eða jafnvel engin læknir á vakt svo dögum eða jafnvel vikum skipti. Reynt hafi verið að leysa brýnasta vandann með afleysingum og hafi hvorki meira né minna en 24 læknar leyst af á Eskifirði frá því í september 1996 þar til í síðasta mánuði. Þetta hefur geysiraðan aukakostnað í för með sér sem að samastendur til dæmis af ferðalögum. Því að auðvitað þurfum við að borga ferðir þessa manna og læknir sem hérna í viku, við þurfum að borga fyrir hann fram og tilbaka, síðan kemur annar kannski í 3 daga. Við þurfum að kosta hann til okkar og svo koll af kolli. Og að sjálfsögðu kemur inn í bæði dagpenningar, húsnæðiskostnaður og allt sem samfara þessu. Stofnfundur Garðabæjarlistans Bæjarmálafélags Garðabæjar var haldinn í dag. Það eru Alþýðubandalag og Alþýðuflokkur í Garðabæ sem standa að stofnun Garðabæjarlistans, auk óflokksbundins jafnaðar og félagshyggjufólks í bænum. Markmið félagsins að standa fyrir framboði til bæjar- og sveitarstjórnarkosningana laugardaginn 23. maí næstkomandi. Flokkarnir tveir hafa nú 2 bæjarfulltrúa af 7. Að sögn Hilmars Ingólfssonar bæjarfulltrúa var kosin 4 manna kjörnefnd til að stilla upp framboðslista. Vonast hann til að hægt verða að kynna tillögur kjörnefndar framboðslistan í lok febrúar eða byrjun mars. Og meira tengt pólitík í sveitarstjórn og sveitarstjórnarmálum því Sjálfstæðisflokkurinn á Siglufirði hefur ákveðið framboðslista sinn við bæjarstjórnarkosningarnar í maí. Efstu 9 sætin skipa Haukur Ómarsson í 1. sæti, Ólafur Jónsson í 2. sæti, Unnar Már Pétursson í 3. sæti, Sigríður Ingvarsdóttir í 4. sæti, Ingibjörg Halldórsdóttir í 5., Haukur Jónsson í 7., Erla Gunnlaugsdóttir í 7., Ingvar Hreinsson í 8. og Guðmundur Ólafur Einarsson skipar 9. sæti listans. Rúmur helmingur áströlsku þjóðarinnar hlynntur stofnun lýðveldis. Fari úrslit í þjóðaratkvæðagreiðslu á næsta ári á þann veg verður Bretadrottning ekki lengur þjóðhöfðingi Ástralíu. Þing Ástrala tók þá sögulegu ákvörðun að efna til þjóðaratkvæðagreiðslu lýðveldi eftir 2 vikna og oft á tíðum heitar umræður. Bretadrottning samkvæmt núgildandi stjórnarfari æðsta yfirvald og mörgum Áströlum þykir það gamaldags fyrirkomulag og ekki í takt við nútímann. Politics is the art of the possible. We lost our model, so let's get behind the model that did get up and make sure that Australia does become a republic. Lýðveldisinnar fjölmenntu á þingpalla og fögnuðu ákaft þegar niðurstaða atkvæðagreiðslunnar lá fyrir. Would you please resume your seats? Would all those in opposition to the proposition please stand? Stuðningur við lýðveldishugmyndir hefur farið vaxandi í Ástralíu ef marka má skoðanakannanir. Fyrir fáeinum árum sýndu þær að 35% þjóðarinnar vildu stofnun lýðveldis en nýjar kannanir benda til þess að fylgismenn séu orðnir í meirihluta eða 51%. Forsætisráðherra Ástralíu John Howard segir að vilji meirihluti þjóðarinnar að stofnað verði lýðveldi í Ástralíu verði forseti vígður 1. janúar árið 2001. Ýmsir sem berjast fyrir lýðveldisstofnun vilja að þjóðaratkvæðagreiðslunni verði flýtt svo fyrsti forseti Ástrala geti sett Ólympíuleikana í Sydney árið 2000. Ástin blómstrar í dag sem aldrei fyrr því þetta dagur elskenda kenndur við kaþólska dýrlingin Valentínus. Í tilefni dagsins kynnti hjónabandsmiðlun í Suður Kóreu nýja aðferð til að finna samstæð kærustupör. 14. febrúar, dagur til að dekra við elskuna sína. Haldinn hátíðlegur víða heim og þar á meðal í Suður Kóreu. Efnahagskreppan gerir það reyndar að verkum að sala á súkkulaði og blómum hefur náð sögulegu lágmarki austur þar.
Það spillir nú tæpast fundum elskenda. Einhleypir geta líka glaðst því hjónabandsmiðlun ein í Seúl segist vera búin að finna pottþétta leið til að koma á ástarfundum samstæðra para og menn geta því hætt að reyna svona hundakúnstir til að gangi í auguna kvenþjóðinni. Aðferðin reyndar ekkert sérlega romantísk og það byrjað í blóðbankanum. 호기심이 생겼어요. 재밌을 것 같기도 하고 처음 듣는 거니까 저희 나라에서도 처음이라고 들었거든요. 해보니까 어떠세요? 해보니까 재밌네요. Eftir blóðgjöf og greiningu á blóðinu sér tölva að finna í skránni þann karl eða konu sem hefur blóð sömugerðar eða því sem næst. Önnur lítilfjörlegri atriði eru líka tekin með í reikningin eins og útlit, menntun og áhugamál. Ástin blómstrar hjá þessum pörum eftir að blóðið leiddi þau á fund hvors annars. Úr þessu verða sjálfsagt hjónabönd í stórum stíl eða færi kannski betur því að kalla það blóðbönd. Norðmenn voru sigursælir á vetrarólympíuleikunum í Nagano í morgun og hafa nú unnið flest verðlaun. Keppnin var hörð bæði í skíðagöngu og í listhlaupi. Magnús Orri. Já, endarspretturinn í skíðagöngunni morgun var eitt svo mest spennandi sem getur og dramatíkinu var líka allsráðandi í listhlaupi karla. Síðustu 6 keppendurnir í listhlaupinu áttu í harðri baráttu sigur og úrslitin réðust ekki fyrr en á síðasta dansspori. Rússinn Ilja Gulik gerði engin mistök á svellinu í dag. Hann byrjaði á fjórföldu stökki og það leik engin eftir. Ilja Gulik 20, var Evrópumeistari 17 ára gamall og núna gullverðlaunahafi á Ólympíuleikum. Þrefaldur heimsmeistari Elvis Stojko frá Kanada fékk silfrið. Stojko reyndi ekki fjórfalt stökk vegna nárameiðsla en hann gerði einmitt 2 slík í skylduæfingunum á fimmtudag. Silfrið hjá honum í dag. Frakkinn Philippe Candeloro vann svo bronsverðlaunin eins og á síðustu Ólympíuleikum og vann hug og hjörtu áhorfenda alveg eins og þá. Stórkostleg túlkun hans á skyttunum 3 fekk alla áhorfendur til að rísa á fætur. Og það var Björn Deli frá Noregi sem stefndi að 7. gullverðlaunum sínum á Ólympíuleikunum í 15 km göngu, fór fyrstur af stað og náði góðri forystu, en landi hans Thomas Olsgaard gekk hann uppi og fór fram úr á mögnuðu menntaspretti sem færði honum annað Ólympíugull sitt. Norðmenn fengu 2 gullverðlaun í nótt því Bjarti Engen-Vík sigraði í norrænni tvíkeppni, skíðastökki og göngu. Norðmenn hafa nú unnið 5 gullverðlaun, 6 silfurverðlaun og 3 bronsverðlaun. Og það voru Kanadamenn sem lögðu Svíavelli 3-2 í ísknalleik karla í dag. Bandarækjamenn unnu Hvítrússa með 5 mörkum gegn 2. Svíþjóð og Kanada leiku einmitt til úrslita á síðustu Ólympíuleikum þar sem Svíar unnu gullið eftir magnaðan úrslitaleik þar sem grípa þurfti til framlengingar og bráðabanna. Íslenska landsliðið í badminton hóf í dag keppni á heimsmeistaramótinu sem framfer í Sandefjord í Noregi. Kvennalandsliðið vann lið Eistlendinga með 4 vinningum gegn 1 og karlaliðið hafði betur gegn Slóvenum 5 gegn 1. Og nú eru nákvæmlega 98 dagar í sveitarstjórnarkosningar og ýmislegt bendir til þess að kosningabaráttan verði hörð og jöfn en léttleikinn þó ávallt í fyrirrúmi. Á skíðum skemmt ég mér la 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 skíðum bröttum fer la 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 la. Það var skíðasamband Ísland sem gaf tóninn í dag og bauð oddvitum R&D-lista í Reykjavík á gönguskíði í Heiðmörkinni. Sambandið notaði eðlilega tækifærið og kynnti íþróttina en þeir Árni Sigfússon, efsti maður á lista Sjálfstæðisflokksins og Helgi Hjörvar, efsti maður á Reykjavíkurlistanum, létu á það reyna hvor gæti runnið hraðar. Og ef líka má framistöðu þeirra á skíðum saman við kosningabaráttuna sem framundan þá bendir margt til þess að hún verði ansi jöfn. Og það var helst í fréttunum hjá okkur að sálumessa kaþólskum sið var sungin yfir Halldóri Kiljan Laxness í Kristkirkju í Reykjavík í dag.